Jæja, við erum með hérna 30-afmælis barnið Bjarni Þór Pétursson. Bjarni, hvernig líst þér á leikinn? Þetta allt í lagi ennþá sko, en hérna mætti hún alveg vera meira fjör og kannski, já, betra spil, örlítið. Já, við menn það eftir að sjá fyrsta álúru færið, það ekki alveg rétt, Almar átti gott færið hérna áðan. Ef að leikar myndi enda 0-0, hvernig myndi lítast á þá niðurstöðum? Ég vilja fá 1-0 á afmælisdaginn, það væri gaman að fá mark frá Ívar í bjössunum. Frændaginn, það væri lágmark. En svona fyrir utan það, hvernig líst þér á liðið í heild sinni og svona braginn á liðinu? Þetta er náttúrulega gaman að mæta á völlinn og sjá framliðið vinna, það er náttúrulega bara búið að vera þannig í sumar og vonandi verða það áfram. Þannig að fáum við líka fleiri fólk á völlinn, gaman. Þórir, hvernig líst þér á hann leik? Mér finnst mjög vel á hann leik, þetta er mjög gaman, þetta er nú annar leikur minn bara í langa tíma og gaman að sjá strákarna spila aftur. Já, nú eru líka með KR-ing hérna við hliðina á mér, fyrirgeðu. Hvernig líst þér á KR-liðið núna í ár? Ég líst ekki vel á KR-liðið í ár. Nei. Hann leysir ríkjandi. Já. En hvernig líst þér svona á þennan leik núna? Þeir eru að reyna, þetta er mjög varkárt samt. Það var varkárt, já. Eiginlega hjá báðu liðum. Já, heldur varkárt. Það er eins og þeir búið ekki almennilega. Nei, það er rétt. Og vindurinn kannski svolítið mikið að ára á leikinn. Já, kannski spilar einhverju röldu, ég veit það ekki. Já. En KR-ingar eins og þú segir þarna er ekkert mjög öryggir. Nei, það er rétt, það er svolítið öryggir í vörðinni. Í sínum aðgerðum. Það vantar smá sjálfsförst í KR. Takk fyrir.